svipað því sem við sáum í Hnífsdal, Há-Hamrafjöll. Þegar komið að kauptúninu heilsa Bolvíkingar gestum með skiltið í veginn þar sem þeir eru boðnir velkomnir til staðarins. Bolungarvík nú sem fyrr ein mesta verstöð við Djúp og því eðlilegt að sjómenn séu á kreiki við höfnina, ýmist að binda bátar sína nýkomnir að landi eða að landa aflanum sem þeir hafa dregið úr sjó þennan daginn. Í sumar vann dýpkunarskipið Grettir að dýpkun hafnarinnar fyrir 10 milljónir króna og var botnleðjan flutt í prömmum á haf út. Í sumar og haust var einnig áætlað að verja minnstakosti 5 milljónum króna til endurnýjunar á bryggjunni og sífellt unnið að fullkomnun brimbrjótsins á Bolungarvík. Með öllum þessum aðgerðum batnar aðstaða heimabátana í höfninni og ættu þeir ekki að þurfa lengur að leita sér skjóls í Ísafjarðarhöfn í slæmum veðrum. Það er einkaframtæki sem blómstrar á Bolungarvík og einn athafnamaður hefur árabil verið þar eins konar kóngur í ríki sínu, það er Einar Guðfinnsson. Hann á flesta stóru bátana og mestan hlutann í frystihúsinu og hann stjórnar rekstrinum á þessum atvinnutækjum sem veita meiri hluta vinnu færra íbúa kauptúnsins atvinnu. Frystihúsið talið til mikillar fyrirmyndar að ytra útliti, hreinlæti og öllum aðbúnaði og sagt að gjarnan sé farið með útlenda fiskkaupendur alla leið vestur á Bolungarvík til þess að sýna þeim þetta hús vegna þess að nær höfuðborginni sé ekkert slíkt matvælaframleiðslu fyrirtæki sem jafnist á við það. Núna nýlega var tekin í notkun stór frystigeymsla við frystihúsið. Hún tekur 1000 lestir af fiski og sennilega stærsti ísskápur af þessu tagi á landinu. Einar Guðfinnsson stórt nafn á þessum stað. Auk útgerðarinnar rekur hann verslun og annars ýmsa þjónustu. Einar hefur enn ekki lagt árar í bát og nú að byrja á viðbyggingu við skrifstofu og verslunarhús sitt. Einn svona hans, Jón Friðgeir Einarsson byggingameistari, nú orðinn stór atvinnurekandi á staðnum og nýbúinn að reisa þetta stórhýsi yfir hluta af starfsemi sinni. Hver veit nema Jón Friðgeir taki við konungdóminum í athafnalífinu á Bolungarvík af föður sínum. Bolvíkingar almennt stórhuga. Nú þeir að byggja ráðhús fyrir staðinn, Ráðhús Bolungarvíkur. Þarna verður til húsa skrifstofur Hólshrepps en svo nefnist hreppurinn sem Bolungarvík í. Einnig mun Sparisjóður Bolungarvíkur hafa þar aðsetur og sömuleiðis lögreglustjóraembættið. Þau víst ekki önnur 1000 manna byggðarlögin hér á landi sem státað geta af ráðhúsi. En þetta hús gott tákn framtakssemi Bolvíkinga. Mikil uppbygging á sér stað hér og má raunar segja að síðustu 3 áratugina hafi byggðin breyst úr lítilli verstöð í myndalegt og nýtískulegt kauptún. Þarna byggð fjölbýlishús, raðhús og einbýlishús. Íbúanum fjölgar stöðugt en það vantar samt fólk til þess að hægt sé að anna eftirspurn eftir vinnuafli á þessum athafnastað. Hér atvinnuleysi óþekkt fyrirbæri. Óvíða getur að líta glæsilegri einbýlishús úti á landsbyggðinni en hér á Bolungarvík.
Gamli tíminn alltaf nálægur þótt byggt sé samkvæmt nýjustu tísku. Bolvíkingar gleyma heldur ekki fortíðinni í ís og þís 20. aldarinnar. Þetta hús hafi verið reist til þess að komandi kynslóðir geti enn betur gert sér grein fyrir því sem áður var. Húsið aðeins 3 ára en það nákvæm eftir líking af verbúðum sem settu svip sinn á þennan stað síðustu aldamót. Í þessu húsi nú unnið að því að koma upp sjóminjasafni. Hingað safnað munum sem voru í slíkum húsum fyrrum, munum sem minna á athafnir og handbrögð sjómannanna sem upphaflega mynduðu þennan stað. Í risi verbúðarinnar svefnpláss fyrir vermenn en niðri var beitt og þar voru geymd veiðarfæri og skinnklæði. Þetta hús mun vera hið eina sinnar tegundar á landinu. Það orðið kvöldsett þegar við höldum frá Bolungarvík, kyrrt sumarkvöld. Þjóðvegurinn utan í snarbrattri hlíð, Óshlíð, og við hana kenndur. Þessi vegur þótti stórvirki þegar hann var gerður en það var meira sprengt úr björgum þarna en áður hefði þekkst hér á landi. Vegastæðið vekur óhug sumra sem þarna fara enda skriðuhætta talsverð og hafa snjóflóð og grjóthrun orðið fólki að fjörtjóni í þessari hlíð bæði fyrir og eftir tilkomu vegarins. Það ekki af ástæðulausu að vígðu krossmarki hefur verið komið fyrir við veginn en þar á eirplötu svofelld áletrun: Góður Guð verndi vegfarendur.